Dæmi 5. Þar stendur eftirfarandi tafla reiknar sjálfvirkt verð með 11% virðisaukaskatti. Og í 1b2 stendur verð án VFSK og svo stendur VFSK 11% og svo stendur verð með VFSK. Og þetta er undirstrikað og þetta er feilletrað. Þetta passar greinilega ekki alveg inn í, þannig að nú ætla ég að lagfæra stærð dálkanna. Svona. Svo er gefið eitthvað verð, það er 3.000, það er 7.000, það er 8.000. Og ef við ekki hafa þetta í bara íslenskum krónum, fækkum aukastöfunum, það er greinilega strik hérna undir líka og það er formúla sem reiknar þetta, sem þýðir að til þess að finna 11% virðisaukaskatt af 3.000 þá segjum við það sem stendur í þessum reit sinnum 11% og fáum út að það er 330 krónur. Drögum við niður formúluna. Verð með virðisauka er þá verðið án virðisauka plús virðisaukinn. Þannig að þá koma út hérna eitthvað rosa fínar tölur. Hér ætla ég að sýna ykkur tvær aðferðir við það að, eða 3 aðferðir við það að leggja saman. Við getum semst í fyrsta lagi nota bara autosamtakkann og sagt legðu saman þessar tölur. Eða við getum skrifað sama sem sum, sem er að segja legðu saman þær tölur sem ég vel. Þetta er í raun og veru alveg sama aðgerðin eins og að nota autosamtakkann. Eða í þriðja lagi ég get sagt þessi reitur plús þessi reitur plús þessi reitur. Svo er einhverjar spurningar, hvaða formúla er í reit D3? Nú, þá kíkjum við bara á það. Það er einhver B3 plus C3 væntanlega. Hvaða formúla er í reit D6? Í þessu tilfelli er það D3 plus D4 plus D5. Það hefði mögulega geta verið formúla sem það lítur svona út. Sum D3, D5. Svo er kannski svona alltaf einu þessi auka spurning, hver verður útkoman í D6 ef tölunni 7.000 í B4 er breytt í 5.000? Það er eitthvað. Þetta er komið.